oft ég spurð hvaða pólitísku stefnu aðhyllstu. Að þá tilheyri ég ekki neinni sérstakri stefnu. Ég get kannski kallað mig konservatív anarkista út af því að ég frekar íhaldssöm. Mér finnst mjög mikilvægt að við hlúum á hvort öðru. En aftur á móti finnst mér mjög slæmt ef ríkisbáknið verður of viðamikið. Og ég vil að fólk hafi sem mest vægi og sem mest völd til þess að hafa áhrif á samfélag sitt. Þú hafi verið róttækur unglingur. Ég held ég hafi alltaf verið frekar róttæk og alltaf farið mínar eigin leiðir. Ég var svolítið einfari þegar ég var krakki og ég man ég vaknaði alltaf klukkan 5 á morgnana til að lesa allavega eina bók áður en ég fór í skólann. Og ég var svona þannig krakki, ég átti enga nána vini þannig séð. Það var ekki fyrir að maður varð unglingur að maður svona eignaði sína fyrstu vini sem maður á ennþá í dag. En ég held að ég hafi alltaf, ég man að ég til dæmis þegar ég var krakki að mér fannst vera að vega einhverjum fyrir að vera skrítin eða eitthvað, þá skipti ég mér alltaf að því. Ef einhver vondu við dýr eða eitthvað slíkt, þá skipti ég mér alltaf að því. Samviska heimsins, Birgitta Jónsdóttir. Ég veit það nú ekki, ég er bara með svona úttútnaða réttlætiskennd. Já, réttlætiskenndin vaknaði snemma hjá Birgittu Jónsdóttur sem ekkert aumt mátti sjá þannig að hún kæmi ekki til hjálpar. Í barnaskólanum var teiknikennari sem káfaði á stelpunum og Birgitta var þar engin undantekning. En hún var svo eina sem fór til skólastjórans og klagaði, en málið var þaggað niður. Birgitta gerði sér þá lítið fyrir og mætti á opnun myndlistarsýningar kennarans, stóð upp á stól og hrópaði yfir troðfullan salinn hvað níðingurinn hafði gert. Réttlætinu var fullnægt.